Ég heiti Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir og ég sagnfræðingur. Ég ætla að kynna hérna þessa bók, Piparmeyjar, Fröken Þóra og saga einhleypra kvenna á Íslandi undirtitillinn. Þetta talsvert mikil bók af vöxtum og hún má segja kannski að hún sé tvíþætt. Annars vegar ég að segja frá lífi og kjörum einhleypra kvenna sem voru fæddar á 19. öld á Íslandi og svona fjallatalsett kvennasögu í leiðinni. Og hins vegar, og kannski bara, ég hugsa svona helmingur af þessari bók, saga fröken Þóru Friðriksson og Þóra var fædd árið 1866, fædd og uppalin við Austurvöll og faðir hennar hét Halldór K. Friðriksson og var yfirkennari við Lærðaskólann og hann sat á þingi og í bæjarstjórn og var í alls konar nefndum og ráðum. Þannig að það var mjög gestkvæmt í húsinu þeirra. Þangað kom eiginlega, má segja að Íslandssagan hafi runnið þar í gegn. Mörg nöfn sem við þekkjum, Jón Sigurðsson kom þar oft og þeir störfuðu náið saman, hann og Halldór. Og ýmsir útlendingar kom og fóru, þannig að það var líf og fjör heima hjá Þóru þegar hún var að alast upp. Þóra var yngst í hópi 6 systkina, þau giftust öll og fóru heiman. Og þannig var það hlutskipti hennar að sjá foreldra sína þegar þau voru að eldast og sjá heimilið. Og þetta ekkert sér íslenskt fyrirbæri, það að segja það að yngstu dætur þurftu sátu fastar heima, voru fastar í umönnunar hlutverkinu. Það var ekkert almannatryggingakerfi komið á Íslandi þegar þetta var. Og kannski var það þess vegna sem hún giftist ekki, ég veit það ekki. Ég tók hana sem svona dæmi einhleypa 19. aldar konu og mér finnst hún mjög góður fulltrúi þessa hóps. Hún var mjög viljasterk kona, hún átti þann æskudraum að læra frönsku, kynna sér franska menningu og komast til Frakklands. Það horfði nú ekki vel með það svona tíma því að það voru ekki mikil efni á heimilinu. En sagan svona segir fjallar svolítið það hvernig henni tókst að láta þessa drauma rætast eftir allt saman. Ég ætla ekki að rekja það nánar hér. Hún starfaði líka utan heimilis sem kennari við barnaskólann og síðar meir þegar að foreldrarnir voru fallnir frá þá þurfti hún að hugsa fyrir því hvernig hún ætlaði að framflytta sér. Og þá opnaði hún tískuverslun með vinkonu sinni þegar að Þóra var rétt 60. Og þar starfaði hún bara fram á nánast síðasta dag, hún var rúmlega nýræð þegar hún lést. Ég að hugsa að lesa aðeins stutt hérna upp úr bókinni. Heima hjá Þóru, mamma hennar var dönsk, hét Leopoldine og var svona danskri borgarastétt líklega. Faðir hennar var yfirmaður í hernum. Og þannig var að það var alltaf töluð danska á heimilinu. Bréfin sem ég legg til grundvallar ævisögu Þóru sem hún skrifar systur sinni sem var prestsfrú á Vestfjörðum öll á dönsku. Og nú ætla ég sem sagt að lesa aðeins fyrir ykkur. Á heimili Þóru ávallt töluð danska. Sumir bæjarbúar leggja Halldóri það til lasts. Þóra segir föður sinn hafa verið viðkvæman fyrir bögumælum. Amma hans, hinn norskættaða, kunni aldrei almennilega íslensku og Leopoldine ekki heldur. Hann þolir ekki að ástkæra ylhýra móðurmálið sér tala bjagað og kannski það líka spéhræðsla. Hann vill ekki að gert sér grín að konunans. Hann íslenskur í hjarta en aldrei vel við peysuföt hinn svo þjóðlegur sem hann var að öðru leyti, skrifar Þóra síðar. Stundum stríða systurnar pappa sínum með því að fara í peysuföt en hann skipar þeim að fara úr þessum grímubúningi, kallar fatnaðinn maskeraði drakt upp á dönsku. Rétt aldamótin skrifar Þóra í bréfi til Ídu, systur sinnar, að ekki sé fjarri lagi að 10. hver gestur sem komi til bæjarins kom í heimsókn í Kirkjustrætið. Það var þar sem þau áttu heima. Mikil umgangur gesta á heimilinu enda gegnir Halldór mörgum embættum. Þingmenn ganga þar út og inn á þingsumrum. Og þess að geta að þingið var annað hvert sumar þetta leyti. Þeir Jens Sigurðsson, bróðir Jóns, og Jón Hjaltalín, landlæknir, koma líka oft við í Kirkjustrætinu, skrifa ég hér þegar ég er búin að
fjalla aðeins það, þennan umgang og hvaða þingmenn komu. Gjarnan til að slaka á, þá biðja þeir Önnu, elstu systur Þóru, að spila á gítar og syngja fyrir sig. Og lille Anna, syng nú en arie for oss, segir Hjaltalín. Og Anna situr á litlum stóli miðri stofunni og spilar og syngur í bjarmanum frá ofninum. Grímur Thomsen líka mikill vinur Halldórs og heimagangur í Kirkjustræti. Hann ákaflega stríðinn og atast í eldri systrunum, síðar meir verður Þóra auðvitað líka fyrir barðinu á honum. Henni þykir vænt hann og hann henni góður þótt hann stríði henni stundum með strákum. En það má nefna það hér að Grímur kemur mjög mikið við sögu og það að mörgu leyti honum að þakka að draumar Þóru að komast til Frakklands og fá tengsl þangað rætast. Og hún var ákaflega hrifin af Grími, fannst hann svo mikill heimsmaður, nefndi sem dæmi að á þingsumrunum var hann heimagangur í Kirkjustræti og Halldór átti alltaf til eðalvín með matnum handa Grími því að honum þótti það gott, en hann var ekki víngefinn þannig, hún var svo hrifin af því hvað mikill smekkmaður af vín, hann vissi að maður átti bara að dreypa víni með matnum en ekki drekka sig fullan eins og margir landarans gerðu gjarnan. Þetta var stutt sýnisorn úr bókinni og ég held að þetta sé alveg ágætlega skemmtileg bók og vonaði njóta þess að lesa hana. Takk.